En það svo gaman að koma saman og rannsaka biblíuna. Á laugardagsmorgnum, klukkan 11, þá höfum við svona biblíurannsókn og þá geta allir gripið fram í og sagt sína meiningu og hvað þeim finnst þetta vers. Við lesum orðskviðina vers fyrir vers í gegn og það bara meiri háttar. Þetta nú við. Já. Og hátt. Já. Og við berum saman þýðingar, þannig að það gaman. Og ég ætla að spyrja, einhver sem las eitthvað sem talaði til hans í orði Guðs í þessari viku? Við spurðum daginn og þá var varla hægt að stoppa fólk, en það hefur kannski enginn lesið síðan. Las einhver í biblíunni í síðustu viku? Eitthvað sem stendur upp úr, já. Hiskía, hann leiddi vatnin í Jerúsalem. Já, Hiskía leiddi vatnin í Jerúsalem. Já. Ok. Vatnið hefur gefið það tákn gildi. Já. En það voru þarna 2 vers sem í orðskviðunum sem við lásum sem voru nutu mikilla vinsælda. Það eru 2 gerðir af konum sem við eignust. Þegar sumir eignast konu, þá byrjar þakið að leka. Þetta sagði Salomon konungur. Þá byrjar þakið að leka hjá þér. Já, það gaman að koma á biblíulestur á laugardögum. Hvernig getur það gerst að þú eignast konu að þá byrjar bara þakið að leka? Þetta svona líkingamál. Nú segir konan ekki fara lengra með þetta. En svo var hin konan sem var dýrmæt gjöf frá drottni. Góð kona, hún dýrmæt gjöf frá drottni. Ok? Ég á svoleiðis konu og ég á líka hinn að gera hérna. Þannig að ég svona já, sko, það fjölmenningar, nei, við skulum ekki fara lengri í það. En það yndislegt að eiga góða konu sem áminnir mann. Átt þú líka góða konu sem áminnir þig? One more. When he has a quarreling wife, it's best to sleep on the roof. Ok. Það var eitt vers, nú kemur konan hans bara inn í salinn. Joe, turn around. Það var eitt vers í viðbót í orðskviðunum. Það gaman að lesa orðskviðina. Ég þori ekki að túlka þetta á íslensku. Við skulum aðeins fara inn í það sem ég ætla að tala í dag. Ég talaði á síðasta sunnudag trú. Daginn þar á undan talaði ég að byggja Guði helgidóm. Stundum ég að hugsa, ef að ég man ekki hvað ég tala hvað þá með ykkur? En ég manna nú svona yfirleitt, vegna þess að það eitthvað sem Guð að tala til mín. Og þetta með að byggja Guði helgidóm, það hefur verið svona ríkt í huga mínum og það sem sagt í annarri Mósebók 25, 8-9 og ég glemdi að setja alla ritningarstaðina inn, Exodus 25, 8-9, að þá sagði Guð að hann sagði við Ísraelsmenn, þið eigið að byggja fyrir mig. Þið eigið að byggja fyrir mig helgidóm. Þannig að Guð, hann sem sagt bað menn að byggja helgidóm. Og við sem lesum Gamla testamentið, við vitum að Guð, þeir byggðu tjaldbúð í eyðimörkinni. Seinna byggði hann Salomon musteri og síðan reisti hann Davíð tjaldbúð. Og það svo gaman að rannsaka þetta að tjaldbúðin hans Davíðs, hún eiginlega táknmynd upp á Nýja testamentið af hverju? Jú, það voru enga fórnir færðar lengur.
Það var búið að færa þessa einu fórn, eða það tákmynd upp á það, sem var Jesús Kristur. En það sem að ég var að tala er þetta að við eigum að kall Guðs að við byggjum honum helgidóm. Og það ekki þetta hús í dag, það erum við sem komum saman, við byggjum honum helgidóm. Sem sagt heilagur staður þegar að við komum saman. Musteri eða bænahús, helgidómur, kirkjan. Það helgidómur Guðs. Og við lesum að þegar þeir gerðu þetta í postulasögunni, þegar þeir byrjuðu að koma saman, að þeir byrjuðu að lofa Guð af öllum kröftum og öllum lífs og sálar, bara með öllu sem þeir áttu, að þá bætti Guð í hópinn þeim sem frelsast létu. Guð bætti í hópinn. Það var Guð sem gerði það þegar að þeir byggðu helgidóm, þá var Guð þar og Guð byrjaði að bæta í hópinn. Svo lesum við á öðrum stað í postulasögunni 4:31, þegar þeir komu saman, þá var kraftur. Það var svo mikill kraftur að staðurinn þar sem þeir voru, hann bara byrjaði að skjálfa og nötra, það var eins og jarðskjálfti og af hverju var það? Það var af því að fólkið hans Guðs kom saman, það hafði byggt honum helgidóm og Guð, hann var kominn til þess að vera meðal þeirra. Guð kemur alltaf þar sem við byggjum fyrir hann hús. Líkaminn okkar í dag á að vera musteri heilags anda. Og þegar við komum saman með alla okkar líkama, þá verðum við saman lífandi steinar fyrir musteri sem byggt fyrir Drottinn og þar vill hann dvelja. Og ég sagði líka, ef við förum aftur í 2. Mósebók 25, að það átti að byggja þetta eins og hann vildi hafa það. Af hverju? Af því að hann ætlaði að búa þar. Þú ferð og kaupir þér íbúð eins og þú vilt hafa hana. Ef að Guð vill fá sér íbúð eða hús, þá vill hann hafa það eins og hann vill hafa það. Og sem sagt, ekkert öðru vísi. Það helgidómur. Og þetta mjög mikilvægt að það eru svo margir sem skilja þetta ekki í dag. Margir, eins og ég sagði, margir heimskir menn. Biblían segir að heimskingin segir engin Guð og margir heimskir menn, þeir reyna að aðlaga orð Guðs að sínum vilja eða jafnvel sínum syndum. En vítur maður, hann aðlagar vilja sinn að orði Guðs. Ég las þetta í bók og mér finnst það frábært. Og ég vil aðlaga vilja minn að orði Guðs. Og við enduðum síðast, þetta eiginlega sunnudagspredikunum mín fyrir 2 sunnudögum og ég ætla bara aðeins að fara yfir þetta, mér langar að tala um ákveðin hlut í dag sem að fólk skilur ekki, af því að fólk heldur að helgidómur Guðs, að það geti bara allt gengið þar, en nei, Guð þar. Takk þetta því Guð þar og ef að Guð ætlar að vera þar, að þá það eins og hann vill hafa það, ekki þú. Þú verður að lúta hans vilja af því að hann Guð. Og við enduðum síðast á að tala í Korinthubréfinu að helgidómurinn átti að vera hreinn. Ef hann væri hreinn, að þá kæmi Guð þar. Síðan lásum við í Opinberunarbókinni að það var kirkja og Jesús, hann var að banka á dyrnar og hvernig stóð á því? Það var ekki pláss lengur fyrir hann hafði farið út. Þessi helgidómur var ekki lengur eins og hann vildi hafa hann, þannig að hann vildi ekki dvelja þar og nú var hann fyrir utan og hann var að banka á dyrnar og hann sagði ef einhver heyrir röst mína, þá vil ég koma og neita kvöldverðar með honum. Þannig að Jesús, hann sagði þessa kirkju að þú segir, sagði hann við kirkjuna í Látikeu, ég ríkur og ég þarfnast einskis og þetta orð Jesú, hann að lýsa fyrir þessari kirkju hvernig hún hugsar. Þú segir ég ríkur og ég þarfnast einskis og
orðinn auðugur og þarfnast einskis. Og svo segir hann, þú veist ekki, og þetta stakning, þú veist ekki að þú ert vesalingur, aumingi, fátækur, blindur og naginn. Þú veist það ekki. Og það er svo oft þannig að við vitum ekki hver staða okkar eða kirkjan, þegar hún í raun og veru fjarlægist Guð og Guð hættir að dvelja, Guð er komin út og kirkjan tekur ekki eftir því að Guð er komin út. Þeir halda að sé allt í fína lagi af því að kórinn er svo flottur og allt er svo flott og gluggarnir svo fínir og presturinn á svo flottan skrúða að þá er bara allt í lagi. Bara amen og þar fram eftir göttum. En sjáðu til að þeir taka ekki eftir að Guð er farinn og hann er fyrir utan og hann er að banka. Og ég trúi því að þetta er ekki langt frá þeirri mynd sem við lifum í dag. Þekkingin á Guði, hún er orðin svo lítil að það er virkilega tími til þess að byggja honum helgidóm að nýju þar sem hann vill vera og þar sem hann hefur velþóknun á. Og sjáðu til þegar Jesús valdi lærisveina sína, að þá voru það ekki endilega hámenntaðir menn, það voru fiskimenn og svona, þeir voru ekki vitrir að mannadómi en þeir vildu bara fylgja Jesú. Og það var málið, þeir vildu fylgja Jesú og þess vegna tók hann á að sér, þeir voru lærisveinar hans og hann byrjaði að kenna þeim. Nú, það sem að, ég er að lesa í gegnum Korinthubréfin núna þessa dagana og það var ákveðni hlutur í Korinthubréfinu svona sem að lét mig ekki í friði og ég er að hugsa að það kemur ekki þessu við en svo fór ég að skoða betur og jú, það víst kemur að þessu við því að þarna er kirkjan í Korinthu og Páll er að tala til hennar og við skulum fletta upp í fyrra Korinthubréfi 5. kafla og þetta er kafli sem er svona kannski ekki mjög vinsæll. Ég held að hann sé ekki vinsæll af því að fólk hreinlega skilur hann ekki. Fólk heldur að Páll sé að dæma, en Páll er ekki að dæma, hann er að leiðrétta og hann er í rauninni að hjálpa. En sumir halda að þegar við viljum hjálpa þeim að við séum að dæma þá. Og sem sagt, ef við bendum einhverjum á eitthvað, að þá er svo ofta að fólk segir, já, ég veit þetta, en veit það þó ekki. Og ég veit þetta alveg eins vel og þú, en samt af því að það vill ekki í raun og veru beygja sig fyrir orði Guðs. En í 5. kaflanum, í fyrra Korinthubréfi, að þá er Páll að tala til kirkjunar og ég ætla að taka það fram, að þetta bréf er skrifað til kristinna manna. Þetta er ekki skrifað til fólksins hérna út á götunum. Páll er ekki að tala við það. Af því að fólki hérna út á götunni, það skilur þetta ekki. Og ef að Páll hefði talað þetta bréf til mín áður en ég frelsaðist, þá hefði ég ekki skilið þetta heldur. Ég hefði sagt bara, Páll, þú ert bara vitlaus. Þú ert asni. Þú skilur þetta ekki heldur. Sjáðu til að heimurinn hugsar allt öðruvísi heldur en við sem höfum tekið á móti Jesú Kristi. Þegar ég frelsaðist, þá opnaðist nýr heimur fyrir mér og ég byrjaði í raun og veru að hata alla þá hluti sem ég elskaði áður. Ég byrjaði að elska Guð núna og þá svo skrítið að mér fannst það sem ég hafði verið að gera áður, nú fannst mér það bara að vera óhreint og ljótt og ekki fallegt. Og ég sagði skilið við mitt gamla líf, byrjaði nýtt líf með Jesú Kristi. Hann leysti mig frá blóðsýrðunum, hann leysti mig frá áfenginu, hann leysti mig frá sígarettinu og hann leysti mig frá svo mörgu sem að ég í raun og veru var bundin af. Hann leysti mig frá ótta, ég var svo hræddur við allt og alla og sem sagt hann gaf mér nýtt líf. Og þess vegna skulum við lesa hérna þennan kafla, ég ætla að lesa hann að kafla vers fyrir vers. Þetta er fyrra Korinthubréf, 5. kafli og það er Páll sem er að tala inn í kirkjuna. Hann segir, það er með sagt að sauðlifnaður eigi sér stað á meðal yðar og það slíkur sauðlifnaður sem jafnvel gerist ekki meðal heiðingja að maður heldur við konu föður síns. Og þetta er kallað syfjaspell á íslensku. Og hérna, ég held að allir á Íslandi séu svona sammála því að þetta sé rangt
og það sé bara gott, ef þetta að gerast í kirkjunni, þá á að taka á því. Ekki allir sammála um það? Ég meina, dómstólarnir gera það á Íslandi, þannig að þetta á ekki að vera í kirkjunni, kirkjan á að vera staður þar sem fólk finnur skjól og getur sem sagt, verið öruggt, að svona hlutir eiga ekki að gerast í kirkjunni. En þetta orð sölvlifnaður, það þýðir í raun og veru, það er upphaflega orðið, er pornea. Það veit allir hvað porn er, en það er upphaflega orðið. Og það er eitthvað sem er skilgreint sem er óleyfilegt, kynlíf. Það getur verið vændi, það getur verið hórdómur, syfjaspell, lauslæti eða hömluleysi, lífsmáti siðleysis, og orðið það í raun og veru innifelur í sér líkamlegt og andlegt siðleysi sem táknar skurgoða dýrkun. Og það er svo skrítið hvernig andlegt og svona líkamlegt athæfi til dæmis í ákveðinni dýrkun að þá Satans söfnuðum að þá nota þeir ljóta hluti, þeir blanda saman andlegri iðkun og líkamlegri iðkun sem er ljótt og ógeðslegt og við viljum helst ekki tala um. En orðið innifelur þetta í sér. Og hann segir að mér er sagt, og einhver hefði nú sagt svona í dag, og Páll, þú átt ekki að vera að hlusta á svona sögusagnir. En það var greinilegt að Páll, hann vissi að sá sem sagði honum þetta, að hann var ekki bara með róburð, heldur var þetta að gerast. Svo segir hann, svo eru þeir stærilátir í stað þess að hryggjast, og gjöra gangskur að því að manninum sem þetta hefur dríkt yrði útrýmt úr félagi yðar. Útrýmt úr, þeir eru stærilátir og þeir voru stærilátir og þegar ég var að horfa á þetta vers að kannski voru þeir ekki svo stærilátir vegna þess að þessi maður var í synd, nei, þeim fannst bara allt ganga svo vel, þeim fannst allt vera í lagi. Og það voru líka góðir hlutur sem voru að gerast á meðal þeirra og þess vegna fannst þeir horfðu kannski meira á það góða sem var að gerast í kirkjunni heldur en þetta, og þetta er svona, þeir bara vildu horfa framhjá þessu, það er svo þægilegt að horfa bara framhjá þessu, ekki vera að særa neitt, ekki meina hann, bara horfa framhjá þessu. En Páll, hann vildi ekki horfa framhjá þessu og það er skrítið að það var líka í kirkjunni í Þessalóníku, ef við lesum í Þessalóníkubréfinu, fyrra Þessalóníkubréfi, 4. kafla og 9. vers, þá segir Páll við þá að ég þarf ekki að kenna ykkur kærleikann, þið elski hver annan og það er engin þörf að ég kenna ykkur kærleikann, vegna þess að hann segir hérna, við lesum vers 9, þér hafi ekki þörf að ég skrifi yður bróðurkærleikann því að Guð hefur sjálfur kennt ykkur að elska hver annan. Guð hefur kennt yður að elska hver annan. Þannig við sjáum hér í kirkja og það er kærleikur og elska á meðal þeirra. En takið svo eftir versi hér á undan, í 3. versið, þá segir hann, það er vilji Guðs að þér verði heilagir, hann vill að þér haldið yður frá frillulífi. Og hér er sama orðið, pornea. Hann vill að þér haldið þið frá, hér er kirkja sem framgengur í kærleika, en samt er Páll að leiðrétta, það er eitthvað sem á ekki að vera í kirkjunni sem er. Og þá komum við aftur að musterinu, að Guð vill hafa hreint musteri. Og þetta orð pornea, það innifelur í sér eitthvað sem er illska. Það er illska. Þetta sem fólki, kannski það sem heimurinn gengur svo mikið út á og losti, gind og allt þetta, að Biblían skilgreinir það sem illsku. Það er illska. Það er ekki kærleikur. Þannig að Páll, hann segir hérna að jafnvel þó að, sem sagt, að það sé, þið hafi lært það að elska hver annan, þá þurfið þið að taka enn meiri framförum og þið þurfið að hreinsa þetta út. Og þar er hann að tala til Þessalóníkumanna. Þannig að það var eins í Korintu að
sennilega var kirkjan í Korintu, hún óx mjög hratt og það voru góðir hlutir að gerast þar. Síðan segir Páll hérna, við lesum vers 3, að ég fyrir mitt leyti fjarlægur af líkamanum en nálægur af andanum hef þegar kveðið upp dóm í nafni Drottins og Jesú við manni þeim sem þetta hefur ríkt, þegar þér og minn andi eru samankomnir með krafti Drottins og Jesú skal selja slíkan mann Satan á vald til tortímingar holdinu til þess að andinn megi hólpinn verða á degi Drottins Jesú. Og þetta eru vers sem að margir hafa talað og eiga erfitt með að skilja, en það sem Páll í raun og vera að segja hér og gera að hann að segja, þetta helgidómur Guðs. Og annarkvort systkini, annarkvort fer Guð eða þessi maður. Viljið að Guð fari úr kirkjunni, viljið að hafa Guð eða viljið að þessi maður fari. Ok, ekki Guð fyrirgefandi Guð? Jú, en það greinilegt í þessu tilfelli, ég horfði á þessi vers og ég las þetta, það var engin iðrun hjá þessum manni. Hann vildi ekki iðrast. Hann vildi ekki iðrast. Ef hann hefði iðrast, þá hefði hlutirnir verið komnir í lag. Hann vildi ekki iðrast og þess vegna að setja hann út fyrir, það var ögun. Og þetta alveg eins og með marga eiturlyfja neytendur í dag, að foreldrar hafa gefist upp og þeir segja, sonur, ég elska þig, en ef þú vilt ekki taka á þessu, ef þú vilt ekki gera iðrun, ef þú vilt ekki hjálp, þá ferð þú, gengur þinn veg, þangað til að þú komin á botnin og þú vilt þiggja hjálp. Og þetta nákvæmlega sem Páll var að gera. Hann segir, við verðum að setja þennan mann út fyrir þangað til hann sér hvað hann að gera og að það rangt. Síðan getur hann komið aftur og vitið þið hvað? Það var það sem gerðist. Það var nákvæmlega það sem gerðist. Þessi maður, hann iðraðist og við lesum í öðru Korintubrefi 7. kafla að þá talar Páll við kirkjuna í Korintu og hann segir við þá að nú eigið þeir að taka utan þennan mann. Þannig við sjáum að það var kærleikur í hjarta Páls. Það var ekki mannvonska. Það var kærleikur að setja þennan mann út fyrir, alveg svo foreldrar sem vilja að barni sitt losni, að þegar ekki hægt að hjálpa því, þá verður það að ganga sinn eigin veg, þangað til að það sér að það sem það að gera rangt. Í 7. versinu í öðrum kafla 2. Korintubréfs segir, nægilega þeim manni refsing sú sem hann hefur hlotið af yður að flestum, því ættu þér nú öllu heldur að fyrirgefa honum, hugga hann, til þess að hann sökkvi sér ekki niður í allt og mikla hryggð. Þess vegna bið ég yður að sýna honum kærleika í reynd. Sjáðu, þeir áttu að elska hann, taka utanum hann núna. Því að í þeim tilgangi skrifa ég yður til að komast að raunum staðfestuðar hvort að þér væruð í hlíðinni í öllu. Þannig að þetta sem Páll gerir hér, hann tekur á málunum og það verður til góðs. Það verður aldrei til góðs að láta eins og ekkert sé. Ef við förum í vers 6, þá segir, ekki hafið þér ástæðu til að stæra yður, viti þér ekki að lítið súrdegs sýrir allt eigið. Hreinsi burt gamla, vers 6, já. Og ég ætla að lesa þetta hérna úr Biblíu sem við erum farin að nota nokkur, sem heitir Passion Biblia. Hann segir, í versi 6 segir, boasting over your tolerance of sin is inappropriate, að hreykja ykkur af því að þið umberi syndina, það ekki rétt í kirkju Jesú Krists. Það ekki rétt að vera hreykinn að því að umbera syndina í kirkjunni. Það rangt, segir hann. Og veistu ekki, don't you know that even a small compromise with sin permeates the entire fellowship? Veistu ekki að lítil málamiðlun við synd, hún gegnsýrir allt samfélagið. Sem sagt að lítið súrdeig sýrir allt deigið. Lítið súrdeig að bara ef við förum í málamiðlunum og leifum litla synd í söfnuðinum, þá gegnum sýrið allt. Það verður leifilegt. Það gegnsýrir. Og hér kemur
komum við kannski núna að sem sagt raunni kjarnanum í þessum kafla. Hann segir, hreinsið burt gamla súrdegið til þess að þið séu nýtt deig, enda eru þér ósýrðir. Þetta svona, það sem hann að vitna í úr annarri Mósebók 11. eða 12. kafla, þar sem var páskaháttíðin var að byrja og það átti ekki að vera neitt sem sagt sýrt brauð í húsum þeirra í 7 daga. En súrdegið samt tákmynd í Nýja testamentinu upp á synd. Og hann segir, hreinsið burt gamla súrdegið til þess að þér séu nýtt deig, enda eru þér ósýrðir. Því að páskalambi voru slátrað sem Kristur. Höldu því hátíð ekki með gömlu súrdegi, né með súrdegi ilsku og vonsku, heldur með ósýrðum brauðum, hreinleikans og sannleikans. Og það segir hér, ef við förum aftur í Passjónbiblíuna, hreinsið burt alla málamiðlun við synd, svo að þér verði hreinir á ný. Þetta það sem það þýðir, hreinsið burt alla málamiðlun við synd, svo þið verði hreinir á ný. Sko, fólk hefur gleymt því að kirkjan musteri Guðs. Í dag eru prestarnir konum með svona að þeir margir prestar segja bara opinberlega að maðurinn æðri Guði. Við viljum upphefja mannin, við viljum sem sagt hafa mannleg gildi í hávegum og þess vegna meðtökum við syndina því að við erum öll breisk. En hér hefur Páll allt aðra kenningu. Og ef við lesum hér áfram, höldum því hátíð ekki með gömlu súrdegi, né með súrdegi ilsku og vonsku, heldur með ósýrðum brauðum hreinleikans og sannleikans, að hér kemur þetta með súrdeg, og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna í Matteus, þar er Jesús að tala við lærisveina sína, og þá sjáum við í raun og veru hvað Páll að tala um. Í Matteus 16. kafla, Jesús að tala við lærisveina sína, þá segir hann, var í súrdeg farisea og saddúkea. Þá skildu þeir að hann hafði ekki talað um að vara súrdeg í brauði, heldur kenningu, hvaða vers? Vers 11 og 12. Kafli 16, vers 11 og 12. Varist súrdeg farisea og saddúkea, þá skildu þeir að hann hafði ekki talað um að vara súrdeg í brauði, heldur kenningu farisea og saddúkea. Okay? Þá sjáum við hérna að Páll í raun og veru að tala um það sem hjarta Páls í þessu og það sem var að gerast hér, að þetta var orðin kenning í kirkjunni í Korintu að væri allt í lagi að hafa synd í söfnuðinum. Það var bara kenning þeirra. Að syndin var bara meðtekin, það var málamiðlun og það var orðið kenning og það var það sem Páll var svo óanaður með. Það var það sem virkilega Páll var að taka á. Það var ekki það að þessi maður gæti ekki fengið syndina fyrirgefna sem hann fékk og hann iðraðist, heldur var það sem þessi kafli kennir okkur, að við eigum ekki að segja bara syndin meðtekin. Nei, Jesús kom til að frelsa okkur frá syndum okkar. Og það svo mikill misskilningur í dag. Jesús kom til að setja okkur frjáls, ekki til að hjálpa okkur og láta. Það sem ég heyri í dag að fólk segir við eigum að elska svo að fólki geti liðið vel í synd sinni. Nei, við eigum að elska og gera eins og Páll gerði og sýna fólki þetta synd, þetta rangt, svo að Jesús geti leystað og frelsaða frá syndum þeirra. Það kenning kristinna kirkju að Jesús dó á Golgata fyrir syndir okkar allra til þess að við mættum frelsast frá syndum okkar og lifa hrein, heilög og lýtalaus í Jesú Kristi. Síðan segir hann, ég rita þér í bréfinu að þér skildu ekki umganga sölífsmenn og þeir hafa greinilega misskilið það. Átti ég þar ekki við sölífsmenn þessa heims, yfirleitt ásalna, ræningi eða hjáguða dýrkendur, því að þá hefðu þér orðið að fara út úr heiminum. Þannig að hér segir Páll, ég var ekki að segja ykkur að þið ættu ekki að hafa
samfélag við fólk, þið eigið að umgangast fólk, en, svo heldur hann áfram, nú rita ég yður og að þér skuluð ekki umgangast nokkuð þann nefni sig bróðir, en sölísmaður, eða ásælinn, skurgoðadýrkari, lastmáll, ofdrykkjumaður eða ræningi. Þér skulu jafnvel ekki sitja að borði með slíkum manni. Hvað skyldi ég vera að dæma þá sem fyrir utan eru? Það geti þessu. Hvað skyldi ég vera að dæma þá sem fyrir utan eru? Af hverju ég að dæma þá sem eru fyrir utan? Hvað skyldi ég vera að dæma þá sem fyrir utan eru, dæmi þér ekki þá sem fyrir innan eru. Þannig að Páll að segja, já, og lesum 13. versið, mun ekki Guð dæma þá sem fyrir utan eru, útrýmið þínu vonda úr yðar hópi. Og þá komum við alltaf aftur að þessu að við eigum að byggja Guði musteri og við eigum að halda því hreinu, alveg svo við eigum hús, við viljum halda því hreinu af því að við ætlum að búa þar. Við eigum að halda húsinu hreinu, Drottins vegna að hann vilji búa þar. Vegna þess að ef að kirkja tekur inn þessa málamiðlun og gerir það í kenningu sinni að syndin sé meðtekin, þá skrifar Guð hreinlega eins og var skrifað í Kabod, vegsemd Guðs eða dýrð Guðs farin. Guð, hann vill ekki dvelja þar. Og það í rauninni það sem að, já, misskilningurinn með kirkju Jesú Krist, ekki syndara velkomnir, að sjálfsögðu eru velkomnir. Og höfum við ekki öll verið breysk, að sjálfsögðu höfum við öll verið breysk. En spurningin vil ég áfram lifa í synd eða vil ég leyfa Guði að hreinsa mig? Og hann Jesús sagði við Pétur einu sinni, ef að ég fæ ekki að þvo fætur þína, þá eigum við enga samleið Pétur. Og þessi líkingin þar sú að eftir að við höfum tekið á móti Kristi sem frelsara, þá þurfum við daglega að leyfa honum að þvo okkur og hreinsa okkur. Af því að hann sér okkur eins og við erum. Og sjáu þið, það í rauninni kjarninn í þessu að Drottinn, hann þráir að vera með sínum fólki, en það sem við kannski ekki skiljum að hann getur ekki dvalið, honum líður ekki vel þar sem fólk umfamar syndina. Honum líður vel að leysa syndarana, honum líður vel þar sem að fólk sýnir honum auðmýkt, en þar sem fólk hreykir sér upp og segir ég þarfnast þín ekki, þar vill hann ekki vera. Það mjög í raun og veru einfalt mál. Hann vill ekki vera nema þar sem að auðmjúkur, sundur, marinn andi. Og þess vegna trúi ég því að ef við viljum reisa Guði helgidóm, þá þurfum við líka að horfast í augu við bara syndina í okkar lífi. Ef við sjáum að það eitthvað í mínu lífi, ef ég sé að þá segir Drottinn, hreinsaðu mig. Og ég geri það sjálfur, ég þrái að vera hreinn frammi fyrir augliti hans. Ef ég hugsa rangar hugsanir, þá biður Drottinn, hreinsaðu mig. Og ég segi Drottinn stundum, hvernig stendur á ég hugsa svona aftur? Af hverju ekki leystur frá þessu? Ég vil ekki hugsa svona. Ég vil að Drottinn umbreyti mér, hreinsi mig, af því að ég þrái að mín vera sé musteri fyrir hann. Og við saman að þá að vera þrá og löngun í hjörtum okkar að við mættum reisa honum musteri. Og þetta ekki, snýst ekki að hvað við erum klár eða hvað við getum gert eða haldið okkur, hvað ég hef mikinn kraft til að afneita þessu eða hinu. Þetta snýst auðmjúkt hjarta. Auðmjúkt hjarta frammi fyrir Drottni. Ef við auðmýkjum okkur fyrir honum, þá mun hann hefja okkur upp. Amen. Mér langar bara að
Já, við hugleiðum þetta og sameinumst í bæn og segjum Drottinn, gerðu mig að musteri og hjálpaðu mér að lifa í auðmýkt frammi fyrir þér og elska þig af öllu hjarta. Amen. Amen.